held að ég hafi verið að kveikja á þessu núna. Þannig að við sem komum í loftið. Hér er dagskráin sem við förum yfir núna í dag. Og Sigríður var að spyrja hvort að hún gæti fengið að nálgast þetta efni eftir kynninguna. Það ætti ekki að vera neitt mál. Og líka ef fólk vill heyra eitthvað í okkur, þá bara að gera setja sig í samband. Ekki spurning. Ég held að við séum ekkert að bíða meira í bili. Það sem við ætlum að tala í dag er fyrst og fremst í kringu Stefnaflex sem er nýlegt kerfi sem við erum byrjað að bjóða upp á. Og við erum líka með 2 önnur kerfi, þannig að sem eru ennþá í uppsetningu hjá okkur og þróun og allt það, en þau henta svona misjafnlega eftir verkefni, þannig að við veljum svolítið vefsöfnunarkerfi eftir verkefni. Þetta er náttúrulega það sem við erum búin að vera að nota núna í 20 ár. Þetta er Moja sem við smíðum sjálf og þetta kerfi hentar ennþá fyrir ákveðin verkefni. Við höfum mikið notað þetta í vefverslanir, mikið í vefi sem að tengjast öðrum vefum. Það er mjög þægilegt að vinna í þessu kerfi. En svona það sem að fólk hefur kallað á er að fá að eiga meira við útlit og það er svona það sem að Stefnaflex kemur sterkt inn. Annað kerfi sem við bjóðum upp á er meira svona bakhandakerfi, heitir Kraft CMS. Og hérna sjáum við bara dæmi bakhandan í því, það sem ég get búið til í Entry, það eru mismunandi típur, ég get unnið í efninu og þó svo þetta sé svona bakhandakerfi, þá get ég samt sé svona preview af því hvað ég er að gera, þannig að ég er með vefinn fyrir framan mig, get skoðað hann í spjaldtölum og snjallsímum og þarna er líka svona, þetta hentar rosalega vel í svona stærri verkefni, mikla notendastýringu og tengingar við önnur kerfi og svona sjálfvirkni. Þannig að þetta er svona gott svona kerfi fyrir svona, flóknari og stóra vefi. Akkurat. Þetta á bara að vera stuttur inngangur áður en við förum í dagskrána í dag. Og það sem ég ætlaði líka að við ætlaðum að ræða í upphafi er hvernig metum við hvað svona vefur kostar, hvert er umfangið í verkefninu og það fer allt eftir því, hérna sjáum við aðeins inn í kerfið, að hvað er veftrið stórt annars vegar og hvernig skiptum við þeirri vinnu á milli stefnu og ykkar viðskiptavinnuna. Þannig að við getum tekið dæmi hérna af nýlegum vef sem að fóru upp. Hér á þessum vef sem að Snorri tala kannski aðeins meira í síðasta liðnum, þar sáu þeir hjá íslenskri myndgreiningu eða röntgen.is, sáu alfarið að setja inn efnið, en svo í öðrum tilvikum þá getum við bara tekið það að okkur og þá senda viðskiptavinirnir okkur efnið og við bara svona gerum það náttúrulega í samráði síðan við viðskiptavinina og vefurinn fer í loftið að stilla allt efnið af og þá fer viðskiptavinir okkar eigandi á vefnum kannski meira bara yfir efnið og svona fimpúsar það. Er ekki sammála því, strákar? Jú, en svo náttúrulega hefur eftir alveg aðgang líka til að breyta ef hann vill breyta, þannig að það kerfi leyfir það að þú getur farið inn og breytt fyrirsögn eða breytt mynd eða bara hvað sem er, þannig að það þarf ekki alltaf fyrir gegnum okkur en það er líka bara fínt að fá álit, þetta er bara pínu svona samtal á milli, við erum ráðgjafar og þeir sérfræðingar, þannig að Já, hérna sjáum við tabban hans Snorra, hann er duglegur að safna töppum eins og ég. Já, ég hef farið í gegnum alla tabbana eftir, en þetta er ef við sýnum ykkur bara þetta nýja kerfi, það er hægt að skoða hér verðskrá, við erum með mismunandi verðskrá eftir því hvaða pakkar eru teknir, þannig að það er eins og þá erum við að tala
eitthvað startgjald og það er ákveðið gjald á mánuð og innifalið því er fjöldi notenda, hversu margar síður í Web3 og því herra sem maður tekur plus til dæmis þar til komið 3 notendur, fleiri síður, komið meiri aðgang að breyta efni, komið meiri stýringu fyrir SEO, fréttakerfi eða blogg. Þannig að það er alltaf við reynum að velja þá að reyna að leiðbeina aðalum inn í réttan pakka miðað við hvað hvernig vefur umræðir og ég myndi segja eins og startpakkinn, það er hægt að byrja honum auðvitað, heitir hann Start. Já, og hann henta líka bara, ef það á að vera mjög lítill vefur með fáum síðum og þetta svona kannski meira nafnspjald. Og svo náttúrulega ekkert mála að breyta því, við þurfum að fara yfir í hinn pakka þá er það bara eitthvað sem að hægt að gera eftir og þannig að það þarf ekki endilega að fara beint í prófpakkan en eins og sé þetta pínur aðstæði bara hvernig umfang verkefnisins og hvað hentar best. Og svo náttúrulega eftir í bara hvað ef aðalega vilja fá bara fund með okkur eða fá einhverja ráðgjöf eftir þessa kynningu, þá er þetta að fara á forsíðuna, þá er þetta að fara smella hann hnapp hér og því er þetta að sækja bara fund, það er bara netfangið og við höfum samband og Akkurat. Ég ætlaði líka að sýna bara að þessi hnappurinn í Stefnaflex verðskrána, hann er á forsíðunni fyrir neðan fá tilboð bókafund, þannig að ef þeir vilji núna kíkja á verðskrána eða einhvern tíma seinna þá komist í þetta við bættum honum við í morgun. Vefurinn okkar er einmitt í Flex, þannig að við erum sjálf að vinna vefinn okkar og allt efni í þessu umhverfi. En þá ætlum við að fara í dagskrána og dagskráin er svona þríþætt, þar sem við erum þrír. Ég ætla að byrja að sýna ykkur aðeins hvernig þetta er sérsníða útliti fyrir farsímann sem er alveg sérstaklega öflugt í þessu umhverfi og svo sýnir Róbert okkur hvernig megi selja vörur og þjónustu og ýmislegt fleira svona nytsamlegt og Snorri ætlar svo að slúta morgninum hjá okkur með því að kíkja á nokkuð dæmi. En hérna er ég komin í þrifið sem er tilbúið vefkerfi, fyrirtæki segi ég, og þetta er svona bara demo vefur sem við settum upp og er algjör tilbúningur, en mér langaði að vekja athygli ykkar á hnöppunum uppi, þar sem við erum með fartölvuna sem heitir desktop og svo erum við með spjaldtölvu og farsímann, þannig að þegar ég smelli hér þá sé ég hvernig síðan lítur út í farsímanum alla leiðina niður og ég get líka farið inn á undirsíður til þess að sjá hvernig þær líti út, ég flakka á milli þeirra og það eru flestir svona sem að skoða þessa tölfræði hvaðan fólk kemur inn á vefinn, að það er orðinn helmingur eða jafnvel meira en helmingur sem kemur inn á farsímanum, þannig að það er ekki lengur nógu gott að hugsa út í það allt saman eftir á og sjá svona til með farsímaútgáfuna og þess vegna er þetta kerfi alveg sérstaklega miðar sérstaklega þessu. Þannig að það sem þið sjáið hér er það að fyrirsögnin hún er hér en hún er allt of smá. Þannig að þá fer ég inn í textan og get laga það til svona og sömuleiðis undir titilinn. Bætum aðeins í hann kannski upp í 18. Svo þegar ég er svona pæli hvernig þetta líti út, þá get ég farið í preview. Ég get líka fundið preview hlekk og sendt á ef ég vil deila þessu með einhverjum. En þannig að preview hlekkurinn þá hverfa öll stjórntækin sem svolítið svona þvæla stundum fyrir. Þannig að ég ætla að leyfa þessu bara að standa svona og svo fer ég niður og ég sé að þessa mynd að þessum ágæta manni sem er vinstra megin í tölvuútgáfunni, en mér finnst hún kannski bara ekki bæta neinu við Þannig að þá get ég farið í þar sem ég smelli á myndina og þá kemur þessi stika
og ég get fært hana upp og niður í fyrir neðan dálk textan. En það sem ég get líka gert ef ég smelli á 3 punkta, ég get náttúrulega eitt inn og þá eyðist hún. En er sem sagt möguleikinn hide on this device sem að felur myndina eingöngu á þessari skjábreidd. Þannig ef ég fer hingað aftur þá hann ennþá hér. Ég sé sýningu líka hvernig ég laga, sjáu þið staðsetningin á myndinni. Þannig ef ég smelli á þennan punkt uppi, þá sjáu þið að staðsetningin lagast og myndin sem sagt ennþá í tablet spjaldtölvu breiddinni en hún horfin hér. Síðan vinstra megin það hægt að fara í layers, þannig að þar sé ég ok, hvað það sem falið, þá kemur augað svona yfirstrikað. Þannig ef ég vil kveikja aftur á þessu þá get ég líka gert það úr þessu layers en ég geri það svona yfirleitt bara úr bara þessu viðmóti hér með því að smella. Það svo hægt að bæta inn heilu flekunum sem eru bara sýnilegir í farsíma ef ég myndi til dæmis vilja að efst birtist eitthvað staðsetninguna því fólk í símanum alltaf að velta fyrir sér hvar fyrirtækið staðsett eða einhver sérstakar aðgerðir og í síðunum að það líka hægt að velja þetta sem sagt valmyndin, ef við förum þetta sem sagt valmyndin uppi eru síðurnar. Þá hægt að velja hér að þjónustan sjáist ekki á móbæl. Þannig að það líka hægt að byggja upp valmyndina og stýra þessu ef þið sjáuð einhverja ástæðu fyrir því. Ég ætla bara að kalla á ykkur, drengir, hvort það sé eitthvað sem að þið viljið bæta við þessa stuttu yfirferð farsíma svona. Ekki nema það bara, þetta hlutfall, sko, það alltaf að verða hærra og hærra, þannig að 50% það ég maður sjá sömum tilfellum, það alveg upp í 80% sem bara móbæl. Þannig að það á ekki að vera svona til hliðar að það þarf að vera fínt í símanum en við erum aðalega að því að við erum alltaf að vinna á tölvu allan daginn og þá skiptir máli hvernig vefurinn í tölvu. Það ætti að vera frekar öfugt, það ætti að byrja að pæla hvernig hann móbæl því að hann mun þá vera í lagi hinum megin líka. Þannig að bara, og það líka að það hefur áhrif á SEO og leitanir, organíska leit hjá Google og fleirum að vefurinn sé góður í snartækjum. Og ef þið viljið eitthvað spyrja þá bara setjið inn í spjallið og við tæklum spurningarnar bara eftir behag. Næst á dagskránni er sala á vefnum. Þá gefið boltan yfir borðið. Það sem að ég ætlaði að sýna er sem sagt að við höfum verið með vefverslanir í Moja og það svo sem ekki búið að breytast en við erum svona farin að setja vefverslanir í Stefnaflex líka og höfum nýverið skrifað greiðslulausn fyrir það og það sem að ég vildi samt koma inn á fyrst er að efni náttúrulega gríðarlega mikilvægt, hefur alltaf verið það í gegnum alla internetsöguna þá alltaf efnið miðpunkturinn og ef þið að gera SEO þá þurfum við alltaf að hafa efni sem backup og þetta í rauninni að verða meira og meira mikilvægt og jafnvel þá núna með gervigreind þar sem fólk jafnvel farið að fara og spyrja bara gervigreindina beint til þess að fá upplýsingar að þá þarf náttúrulega gervigreindin einhvers staðar að fá hana og þá þurfa vefirnir að vera svolítið að standa sig í því að vera með góðar upplýsingar og það náttúrulega best að það kemur frá manneskju en það ekki þar með sagt að það líka hægt að nota gervigreindina í ýmislegt. Þannig að ég til dæmis bara með vefverslun og vefverslun náttúrulega getur verið að selja með vörum en hún getur líka verið að selja í rauninni bara hvaða vörur eða þessa þjónustu eða fyrirtækið sjálft. Að þetta sé traust og gott og það sé verið að vinna að einhverju svona góðum málum eða eitthvað svoleiðis. Eða gæðum. Og get ég er ég komið með vefverslun og ég komið með einhverja síður sem svona okkur, hönnun
verslunin sjálf að hafa samband og ég er kannski ekki með hugmynd hvað ég á að gera meira. Þannig að ég get farið hérna í Pages og beðið bara svona að fá tillögu í hvaða síðu mér vantar á vefinn minn. Þarna er sem sagt bara hérna fer AI yfir vefinn og kemur svo með tillögu að það væri gott að vera með þessar síður eins og til dæmis hágæða linsur eða hönnunarferlið eða hvernig maður á að viðhalda gleraugum. Þannig að ég myndi kannski vilja hafa einu svoleiðis síðu og þetta hjálpar náttúrulega við það að vera með content á vefnum og hérna koma í leitaniðurstöðum þá ef fólk er að googla þetta. Og mér hefði ekki dottið í hug kannski að hafa þetta efni. En hérna, hún kemur sérst bara með tillögur hérna á kantinu fyrir mig sem ég get valið úr. Það er oftast aðeins fljótara. En ég get allavega í kjölfarið, ég get valið þá hvaða setup ég vil fá. Ég vil kannski bara hafa svona með smá texta hérna. Sjá, ok, þá er hún búin að búa til hérna svona, það er búið að búa til texta, það er búið að búa að setja myndir og ég get bara sagt add page to site og átt svo við síðuna. Og þarna náttúrulega er líka mikilvægt að þegar maður er komið með síðuna þá er hérna að fara yfir, það er hægt að eyða bara því sem maður vill ekki hafa. Þannig að ég vil ekki hafa þetta en að section, þetta er eitthvað mistekist. Þannig að við eyðum þessu bara. Og svo get ég náttúrulega bara smellt hérna og átt við textan. En hún setur semst upp allt fyrir mann og ég get líka hérna farið í media, fundið mína eigin myndir í Pexel og Activity Person, fyrir mig í Free Media, setjum eitthvað svona henni inn, þá er ég komið með myndina á vefinn og get publishað. Þannig að hérna, það er ótrúlega þægilegt að eiga við þetta. Þetta var líka kannski of mikið. En svo get ég líka búið til section sjálfur, þannig að ég get farið hérna, ég get búið til eitthvað designed eða AI generated. Ég er nú hrifnari að ég búa bara til designed því að hérna, það kemur svona, þetta er ekki orðið alveg nógu gott finnst mér hérna AI generated í svona sectionum. En hérna get ég valið úr alls konar hlutum sem eru flokkaðir hérna niður og hérna ef ég vil vera með einhverja þjónustu, þá get ég sett það hérna inn. Og svo bara farið að breyta. AI er líka gott í hérna að hjálpa mér með SEO. Þannig að hérna get ég farið í SEO og Generate Tags. Þetta kallar á það að ég er búinn að fylla út einhverjum svona grunn upplýsingar fyrirtækið og hérna sem er þá hér. Þetta er gleraugnarverslun, hérna er einhver svona texti, því meira því betra. Og ég get sagt svona, ég vil vera informative eða business eða witty eða eitthvað svoleiðis. Og svo bara generate og þarna er aftur, þó svo að það sé verið að gera þetta fyrir menn, þá er ég að horfa miklu meira á þetta sem svona aðstoð við að hérna, hugsa hlutina frekar en að taka þetta bara sem heilum sannleika og vista bara óskoðað. Þannig að hérna eru bara komið með tillögur og sem er bara fínt og í kjölfari get ég bara ítt á next og save. Og þetta er sama með hérna allt textan. Hann er hérna, oft er þetta bara lýsing á myndum, hjálpar til við að koma í leitaniðurstöðum og hérna ég get látið koma með lýsing á hvað þessar myndir eru. Þetta þarf oft meiri hjálp heldur en annað. Maður með gleraugu og skegg horfir í myndavélina, þú veist, basically það sem er á myndinni. En hérna, og þetta virkar bara mjög vel á íslensku, og ensku líka. Þannig að sjá,
förum úr þessu. En svo erum við með það sem er nýtt hjá okkur sem sagt að við erum komið með vefverslun, Sell Online. Og get ég verið með vörur, ég get verið með búið til nýja vörur og það geta verið physical, digital, þjónusta eða jafnvel donation. Það er líka hægt að fara í áskrift hérna. Þannig að er ég bara með eins og gleraugun Alice og þá er ég með lýsingu, titil, ég er með verð og ég get haldið utan um lagerinn og lit og stærð og í rauninni svona flest sem að vefverslunum geta gert. Allt svona nauðsynlegasta. Og það er náttúrulega SEO líka þar. Það kemur sjálfkrafa en ég get líka edita það. En annars tekur þetta bara meta descriptionu úr lýsingunni default. Já, ég held að ég sé búinn að covera svona. Jú, það er eitt náttúrulega sem er gott að líka tala um hérna í þessu. Það er að undir SEO settings þar er náttúrulega hægt að tengja við Google. Það er líka hægt að fara í backup. Þannig að ég get backað upp síðuna mína og svo get ég previewað og restorað ef að ég klúður einhverju svo aðalega. Og kannski minnast á líka að í þessi kerfi leið og einhverja breytingar eru gerðar og það er farið upp í hornið þarna í Publish og ætlar að setja breytingarnar í loftið. Þá sjálfkrafa búið að taka afrit af vefnum þannig að þú getur alltaf farið tilbaka og það er eitthvað, ég setti inn einhverja upplýsingar sem ég ætla ekki að gera í staðinn fyrir að fara í gegnum og laga það, þá var þetta stökkva bara beint í afriti sem var áður gera breytingarnar. Akkurat. Kannski líka bara eitt annað með að því að ef einhverjir svona kannski ringlar í því að það er búið að flakka á milli tveggja kerfa, þá er þetta svona sama kerfi, þannig að þetta er bæði allt sem að Róbert er búinn að sýna núna er líka hægt fyrir þessa hefðbundnu vefi, þannig að með gervigreindina og leiðtæknibestun og myndabankinn eða þú ert með þitt eigið safna myndum saman hvort að það komi frá ykkur sjálfum eða hvort þið viljið stökkva í þennan fría banka sem að getur sparað mikinn tíma. Þannig að þetta Já, eins og ég sagði í upphafi og kannski bara rétt að ítreka ef þið viljið fá kynningu eða fund til þess að ræða þetta betur þá bara hóið í okkur og þið getið líka fengið eins og þetta vefinn sem ég var að sýna sem er þetta ímyndaða þrifafyrirtæki, þið getið fengið demo aðgang ef þið viljið svona aðeins fá að fikta í kerfinu, þá getum við ekki stofna demo aðgang fyrir 2-3 vikur þannig að við getum svona aðeins prófa þetta bara hands on. Ég veit að það er eitthvað sem mér finnst það mikilvægt fyrir mig. Já, við erum líka tökum þetta svolítið case by case varðandi hvaða vefur hentar fyrir hvað og förum yfir það með ykkur. Þannig að það er alltaf þá væntanlega ástæða fyrir því að við mælum með þessu kerfi umfram eitthvað annað. Ég sé að Marja er að spyrja út í brandguide fyrir viðskiptavininn sem tryggja að vera samfella í útliti. Ég ætla aðeins bara til þess að tækla þetta að fara inn í vinstra megin er theme næst efsta og þar eru sem sagt litir sem eru theme litirnir og útlitið á vefnum er sem sagt tengt við þessa liti. Þannig að þessi litur ef ég breyti honum að þá breytist, sjáu þið, kannski gert meiri breytingu, þá breytist sem sagt, þetta er bara theme litur sem ég er að breyta ef ég vil hafa þennan tannkremslit þá, þannig að þetta er svona kannski að lítur einhver liti af því sem að þú ert að spyrja út í og það eru litir, leturstærðir fyrir H1, 2 og paragraf og líka sjálfgefinn bakgrunnur á hverri mynd, þannig að þetta er ekki eiginlegt template en þetta er hins vegar theme sem á að tryggja það að litir og letur sem er svona það sem aðalega hefur áhrif á upplifunina er svona samræmt á milli. Og líka náttúrulega fullt vald fyrir vefstjóra að skipta út efni og logo og fleiri. Já, hérna er logoið, já, þannig ég get bara farið og skipt því út ef ég vil hafa bleikt logo á þeim degi sem það á við.
Já, þetta flott. Þá skiptum við norður. Þannig að það alltaf mikil tími eftir, þannig að ég ætla að taka 45 mínútur. Já, nei. Jú, endilega, ég meina jú. Nei, ég ætla að fara bara yfir uppfærslur og svona sína dæmi þar sem búið að fara og uppfæra vefi, að skipta þeim út og kannski áður en við förum yfir í dæmin þá bara nokkru punktar, af hverju á að skipta vef og breyta hlutum. Það er oft notað samlíkingin með bílskúr og vefur er pínu líkt að það er rosa mikið pláss og það er hægt að gera helling en í raun er rosalega mikið að dóta þarna inni og það er rosalega erfitt að finna, þú veist að það er fullt af hlutum þarna sko, en það er rosalega erfitt kannski að finna, þú veist ekki alveg hvað hann er og það er pínu sama staða með eldri vefi að það er búið að hlaðast á veftrið gríðarlegt magn af upplýsingum og inn á vefinn líka og oft er bara betra að nota tækifærið og fókusa á hvað eru aðalatriðin og byrja bara upp á nýtt. Það þarf ofta að pæla í líka bara, vefurinn er hann að þjóna sínu tilgangi og oft er gott að hugsa bara hversu langt er síðan að vefurinn fór í loftið. Tíminn er ótrúlega fljótur að líða og maður heldur ofta að það sé 2 ár síðan að maður gerði eitthvað en þegar maður fer að pæla í það þá er allt í einu 6 ára eða eitthvað og það er eins svipað með vefinn að þeir eru fljótir að eldast og tæknin er alltaf að breytast mjög hratt, sérstaklega núna kannski undanfarin 2 ár og það sama þá, hversu langt síðan að vefurinn var uppfærður almennilega og ef maður pælir í bara fyrirtækið eða það sem þið eru með í höndunum er vefurinn að endurspegla fyrirtækið út af við eins og þið viljið, hefur hann setið eftir að einhverju leyti það er búið að gera einhverja breytingar á skrifstofurým eða eitthvað sem tekur á móti viðskiptavinum á staðnum en vefurinn að gera það sama því það er náttúrulega ótrúlega mikilvægt að fyrsta snertingin er mögulega kannski bara vefurinn að hann sé þá að tikka í þau box og fókus á já, það er líka alltaf að vera meira og meiri fókus á einfalda orðalag og vera með meira hnitmiðað efni og hugsa þetta út frá notandanum þannig að hann geti fundið hlutina hratt og örugglega og þar kemur líka inn, leitavélar og AI að vera með aðgengilegt efni, ekki tala, í flóknum málum sem jafnvel bara innanhúsmál eða lögfræðimál. Já, einmitt, að trimma niður efnið og sérstaklega texta, það er ekkert gott að reyna að koma öllu til skila og líka bara kynslóðurnar sem eru að taka við, það kannski hafa minni tolerance fyrir að þurfa að leita og þurfa að leggja sig eitthvað fram með að finna hluti, þau vilja bara fá þetta bara í hendurnar, þannig að það má oft bara pæla í því líka. Einmitt, eina ástæðan fyrir að ákveða að skipta vef eða uppfæra vel er bara það sem við nefna áðan að vefurinn er oft fyrsti og mögulega svo eini snertiflötur við viðskiptavininn og rannsóknir sýna að notendur þeir eru búin að dæma vefinn út bara fyrstu 3 sekúndum sem þeir eru á vefnum að búin að mynda sér einhverja skoðun og það er spurning bara hvað er það sem tekur á móti og það sem við erum að tala um áðan það er alltaf minni og minni þolinmæði og umburðarlyndi hjá yngri notendum og ef að vefurinn er lítið út fyrir gamall þá er mjög líklegt að það sé mynduð skoðun út frá því. Þetta tala líka við, þetta kallast á við það sem ég var að tala um með farsímaútgáfuna að hafa hana alveg sérstaklega í fókus og stilla hana til. Já, og algjörlega bara mjög mikilvægt og líka eins og bara með notendaprófinu bara að leyfa einhverjum að kannski skoða vefinn og einhver sem kannski ekki að fara inn á hverjum degi bara til þess að fá álit eða jafnvel bara leysingu verkefni. Af því að það er einhverjir markhópar, einhverjir hópar af notendum sem eru að fara inn á vefinn til að leysa eitthvað
og við vitum það, við vitum hvað svarið en það kannski annað með notanda sem að koma inn á vefinn í fyrsta skipti. Þetta á líka við lendingarsíður sem sagt að fólk ekkert ofta að fara á forsíðuna beint, heldur að fara beint á síðu sem það finnur í Google og þá einhversstaðar inn á vefnum. Algjörlega, af því að Google er alltaf að reyna að hjálpa notandunum að reyna að benda honum inn á réttan stað, þannig að ef að efnið einhverstaðar einmitt eins og Róbert segir inn á lendingarsíðu þá það átt fyrsta entry fyrir notandaninn, þannig að það ekki nóg að forsíðan sé frábær, endur það ekki að pæla hvernig traffíkin, nota Google Analytics eða eitthvað slíkt til að sjá hversu margir að koma inn á vefinn og hvaðan, og það getur vel verið að við sjáum oft dæmi en það eru lendingarsíður inn á vefnum sem að fá meiri traffík heldur en forsíðan, fleiri sem að koma þangað inn, þannig að það eitthvað sem þarf líka að pæla í og önnur ástæða fyrir að uppfæra náttúrulega bara að vefir eldast og það þýðir að kóðin er kannski orðinn gamall og það við sjáum ofta að við erum með eldri kóða sem er miklu dýrara að viðhalda, miklu dýrara að setja inn breytingar og fleira sem að ætti ekki að þurfa. Það er meira viðhald og svo líka bara öryggi og þess átta sem að getur verið ábótavant og við erum að fá til okkar aðila sem að eru kannski fastir í einhverju stöðu þar sem að vefurinn það er enginn með aðgang á honum og það er svo slæmt og þá þarf maður eiginlega bara að byrja upp á nýtt. Önnur ástæða náttúrulega bara vefurinn þarf að skalast og hann þarf að vera fyrir snett sem sérstaklega og það verður að fara reglulega, mælu með því að fólk fari reglulega bara inn á síman sinn, inn á vefinn gennum síman bara til þess að sjá hvað sem tekur á móti af því að það er náttúrulega það er ekki nóg að vera með þetta kannski bara í lagi heldur bara hvað virkilega að fara að taka á móti þeim sem eru í símanum. Og svo náttúrulega leiðakerfið inn á eldri vefum líka oft eitthvað sem hefur bara verið sett í upphafi, kannski 2016 eða eitthvað og það einhvern veginn ennþá verið að byggja ofan á það og það rosalega svona pínu stórt skref fyrir vefstjóran að fara að pæla í því að það þarf að laga til og það oft kannski bara frekar stórt verk. Og við náttúrulega erum búin að nefna eins og með Stemniflex að það er líka aukin sjálfvirkni með nýrri tækni, það með gervigreindina sem getur aðstoðað. Hún er ekki fullkomin, þetta svona pínu eins að vera með einkaritara sem að hjálpa manni að gera hlutina svo það maður sjálfur að fara yfir. Og eins með Stemniflex, það er með tengingu við önnur kerfi eins og til dæmis bara postlistar, það er með tengingunni Mailchimp og með eyðublöð, það getur tengt það inn í til dæmis Google Sheet, þannig að leið og kemur eitthvað svar eða einhver skráning þessi viðburður, þá bara getur við tengt það inn í Google Sheet og þar ertu bara með live yfirlit af öllum skráningum, allar upplýsingar og það er ótrúlega þægilegt og mikil tími sem sparast. Það er líka bara rétt í tíminu við svona uppfærslu að fara bara yfir hvað viljið þið gera helst með vefnum, hverju viljið þið svara, hvaða aðgerðir eru mikilvægastar fyrir viðskiptavini og fara svona bara eins yfir strategíuna. Þetta þarf ekki taka eitthvað rosalega tíma, þetta er bara svona naflaskoðun sem á sér síðan kannski bara stað hjá viðskiptavinum og við svona leiðum það bara aðeins áfram. Já, einmitt. Svo náttúrulega bara eins og Róbert að tala áðan, liðtælabesturinn er gríðarlega mikilvæg og Google til dæmis bara að ýta herra undir þá vefi sem eru að skalast vel í móbæl og leið og einhver leitar að efni og endar inn á vefnum í móbæl og eyðir einhvern tíma því herra skorar sá vefir fyrir þau tiltekin leitarorð sem hafa verið að leita eftir og þessi leiðtala bestur eins og Róbert sýndi áðan,
þetta getur hjálpað helling og sérstaklega með nýjan vef að þá til dæmis Google ekki alltaf að skoða og skanna vefinn til að reyna að skilja hann og nota upplýsingar frá leitavélum til þess að reyna að tengja saman orð, heldur búið að segja, hérna ertu með þennan vef og þessi síða, hún fjallar á þetta og þetta aðalatriðin. Og það hjálpar þá flýtir fyrir og býr þá til þessa tengingu og hærra skor. Ég skrifa líka hérna brotnir hlekkir, þeir eru náttúrulega dýrir af því að Google, þeir refsa manni fyrir brotna hlekki og það sem mjög sniðugt í þessu kerfi að ef að vefurinn er komin loftið og maður breytir slóðarheitinu í eitthvað annað, þá stingur hann sjálfkrafa upp og ef ég ger endurvísun á síðuna sem að var áður og það er gríðarlegur tími sem sparast í því að það er ekki að fara handvirkt inn og setja inn þetta redirect að endurvísun, heldur bara með einu smelli búið að gera hann, þannig að það virkar vel sko. En annar punktur varðandi uppfærslu, það er náttúrulega, það þarf að pæla hans í hverju eru samkeppnisaðilar, hvernig líta þeir út, í farsíma, vefurinn þeirra og maður á góðum stað eða tækifæri til bætingar, möguleiki að skara fram úr mögulega með því að uppfæra og hvernig birtist vefurinn minn. Já, þetta bara svona pælingar, nýr og ferskur vefur líklega til að grípa athygli af því að notendaupplifun hún kannski hnitmiðari. Svo bara svona punktar hversu ofta á hendunni, það er rosalega misjafnt eftir hvernig starfsemi eða umfangi eða hvernig vefur þetta en það er sagt að svona meðal endingartími sé 3-5 ár og það sem ég var að tala áðan varðandi hvað tíminn fljótur að líða og þá alltaf hægt að fara á vefsap.is sem er Landsbókasafnið tekur afrit af öllum íslenskum vefjum allavega 2 ári ef ekki oftar og það er hægt að fara þarna inn og skoða sögun alveg held ég aftur til 1996 fyrir það fáu vefi sem voru á þeim tíma og það er kannski bara fínt að prófa að fara þarna inn og slá bara inn sinn eigin vef til að skoða hvernig var hann fyrir 5 árum er hann pínu bara ekkert búinn að breytast eða rosa lítið eða er hann bara á flottum stað að því að hann er búið að taka hann í gegn. Það getur verið gott að skoða og svo bara erum við oft með þess möntur að vefurinn er náttúrulega fjárfesting, hann á ekki að vera kostnaður, þannig að það er verið að fjárfesta og reyna að ná til viðskiptavina. Ég ætla aðeins að hoppa inn áður nú ferð í dæmin. Ég sé að Margrét var að spurja hvort það væri hægt að nýta efni úr Moja inn á vef í Stefnaflex og þetta er svona já og nei vegna þess að kannski eins og þess að hoppa inn áður en að Snorri byrjar að sýna dæmin eins og sést þegar hann fer í svona samanburðin á vef sem hafði verið í Moja og hvernig hann lítur út núna, þá uppsetningin gjörbreytt og akkurat þessir punktar gagnvart í hvernig best að koma efninu á framfæri, það er svona verið að fara í gegnum efnið. Þannig að við mælum alltaf með því að þessi endingartími 3, 5, 7 ár eða 10 sem við höfum alveg séð að það er þá komin tími á að svona taka til í bílskúrnum og allt það og þannig að við tökum ekki vefinn eins og hann og setjum hann í nýtt kerfi heldur þetta svona aðeins annað ferli. Já, en það þarf ekki að ég var á fundi í gær með vef sem orðinn 14 ára sem svona stoltið íkt dæmi en þá sagði ég líka bara við þau bara takið 30 mest skoðu síðurnar og leggja alla vinnuna í það til þess að afmarka verkefnið. Einmitt. En svo má segja líka við flytjum fréttasafnið bara yfir, þannig að það þarf ekki að setja inn alla fréttirnar handvirkt, þannig að þetta er svona já og nei, þetta fer svolítið eftir vefnum sem ræðir líka.
Það er líka við erum farin að gera meira af því að í staðinn fyrir til þess að vera með, þú veist, einhver 20 atriði í veftrýinu, þá eru þau kannski bara orðin 8, en við erum að taka saman kannski einhverja punkta og búa til svona lendingarsíður í kringu það með viðeigandi hlutum. Þannig að það er gott að taka aðeins og svona fara aðeins yfir heildrænt hvað þið eruð að setja fram. Það er kannski bara önnur kynning, hvernig byggi upp vefinn minn sko með 2025. En mjög góð spurning. Einmitt. Já, svo ætla bara að sýna ykkur dæmi vefi sem að hafa verið settir upp í Stefnuflex kerfinu og þetta eru aðalega vefir sem að voru áður hjá Stefnu, en það er líka eitthvað vefi sem að sem að koma bara nýjar inn og bara til að sýna ykkur hvernig þið líst út. Þannig að þetta er sérst vefsafnið, þannig getur maður farið og skoðað aftur í tíman. Þetta er til dæmis frá 21. júní 2024. Þetta er vefurinn Sólskógar. Þetta er forsíðan. Þetta er svo frábært dæmi, þetta er mjög gamall vefur. Þetta er mjög gamall vefur, já. Hann er sko. Já, þetta er eitthvað sem maður bara þarf að fara. Og er búið. Hérna er til dæmis bara hægt að skoða þessar vörur og ef maður skoðaði vörurnar þá var þetta bara þessi listi hérna. Nú er þessi vefur komin í Stefnuflex og það er allt annað sem tekur á móti. Svona transition á hlutum og fleira. Þetta er sem sömu flokkarnir voru á vefnum áður, en í staðan fyrir listinn þá er þetta myndir en framsetning og eiginlega bara það er engin takmörk fyrir hversu langt maður vill fara með að byggja upp efnið, en þetta er svona þetta er komið vel á stað og sjáum við munin á milli þessara vefa, hann er töluvert mikill. Annar vefur er til dæmis það er gólfvöllurinn Mosfellsbæ, Golf Mos. Þetta er gamli vefurinn á vefsafninu, Þetta er gamli vefurinn á vefsafnið. Þannig að og þetta vefsafn er alveg lygilega gott. Við notum þetta alveg töluvert mikið þegar að til dæmis við erum komið með nýjan vef í loftið og aðalega þurfa að komast inn á gamla vefinn til þess að sækja einhver upplýsingar eða það gleymdist einhver síða, þá er ótrúlega mikið af efni sem þetta inni, jafnvel alveg niður í PDF-skjöl og fleira sem hefur glatast. Þannig að bara magna tól þetta vefsafn. Hérna er til dæmis þessi vefur Golf Mos og við erum búin að setja hann upp í Stefnuflex og þetta er nýja vefurinn. Og þetta er til dæmis hægt með mjög einfaldum hætti að setja vídeó og vídeó getur verið á forsíðu, það getur verið á undirsíðu, bara hvað sem er. Ertu með þetta var sumarnámskeið sýndist mér, ertu með þá síður, þau eru kannski ekki búin að fullvinna allar undirsíðurnar, en það er svona kannski punkturinn sem Margrét var að spyrja út með flutningin og efni að það eru alltaf verið möguleikar í framsetningu á svona flekum eins og þið sjáuð sem að heiti Section sem að Róbert var að sýna. Þannig að það er hægt að flytja efni bara og hafa þetta textasíðu eins og var að gamla vefnum, en við myndum svona hvetja alla til þess að allavega taka mest skoðuðu síðurnar og endurgera þær. Algjörlega. Líka bara því að það er svo einfalt að gera upplifuna miklu jákvæðari. Þannig að í staðinn fyrir að horfa bara ég þarf að koma upplýsingar til skila, þetta er meira hvernig á ég að gera það. Þannig að hér er svona frekar einfaldur vefur, þetta er Zulu Vertical vefurinn. Það er kannski ágætt að nefna líka með smá fyrirvara á vefsafnið að það er ekkert að treysta í allt séðar og það er mismunandi afritunin sem er gerð nokkru sinnum ári, hún er misdjúp. Misdjúpt, einmitt. Og þannig að það er ekki hægt að ganga í vísu eða eitthvað sé inni, það er alls ekki þannig, en þetta er aftur á móti þannig fínt sól.
eins og til dæmis en afriti hér, það vantar pínu inn í það, en svona maður fær kannski samt tilfinningan fyrir hvernig vefurinn uppbyggður og þetta þá nýju vefurinn. Komið þessa fleka, getur valið þetta milli þessara þriggja flokka. Og ef maður til dæmis bara skoðar hérna. Þetta allt vefir sem eru svona nokkuð hefðbundnir hvort verði og umfangi, þar sem við setjum upp sniðmáti, við tökum bara samtalið, ok, þetta að hitta í mark, hvort því sem við var lagt upp með og svo fer efnisvinnslan svona smám saman yfir á viðskiptavininn með aðstoð og stuðningi þjónustuborðsins, þannig að þjónustan hjá okkur ekkert að breytast Moja versus Flex, þannig að við erum líka að tryggja það. Algjörlega. Og kraft. Já. Og eins og hérna búið að taka og setja inn widget, bara kóða. Það er hægt líka með einföldum hætti að setja inn iframe eða embeddaða kóða þar sem maður vill. Þetta þá vefurinn sem að Pétur sýndi í upphafi kynningar. Þetta orkuhúsið. Þetta forsíðan eins og hún var. Og kemstu inn á röntgen þarna af orkuhúsinu? Já, þetta röntgen.is. Já, þetta röntgen, já, þetta röntgen. Þannig að þetta búið að hugsa þessum hvað þarf að taka á móti þeim. Þetta eru annars fagfólk og einstaklingar, upplýsingar fyrir þau. Miklu meira content, miklu meira efni sem að næra að koma til skila. Samt ekkert of mikið, þannig að þetta bara mjög gott dæmi. Tók líka hann að Mitsubishi, bara þetta gamli vefurinn og í raun, það er ekkert að þarna sko, en þetta var frekar klossað og lítið hægt að gera fyrir vefstjóra. Þannig að við tókum og settum hann upp í nýja kerfinu og það er allt annað sem tekur á móti og eins með þetta stilla miklu betur hvernig farsímaútgáfan birtist og hvað á að vera þar. Svo kannski annað dæmi hér, þetta er Hilton Reykjavík Spa. Svona er gamli vefurinn. Fyrst vel, þetta hlaðast inn. Og þetta er valmyndin. Það er svo mikið texti, lítið hægt að gera. Hér er bara tafla og einhverjum hnappar. Á nýja vefnum þar maður komið með fleka. Þetta er allt stillanlegt, stærð og myndir, texti, útlit. Hér er meiri fókus á líkamsrækt og meiri fókus á það sem að vefurinn að reyna að koma til skila. Og svo er eins og þetta hlimur þetta að láta myndina vera bakvið og áskoruninu. Þetta er svona frekar nýlegt. Svo getur maður farið inn í til dæmis stundaskrá. Það er bara embed kóði frá Sportabler. Þannig að það þarf ekki að viðhalda vefnum eða stundaskráni eða verðskrá eða bókanudd. Þetta er bara inn í widgetum sem við bættum við á vefinn. Þannig að þetta er mjög vel hefnað. Annað dæmi Eimur. Þetta er vefur sem var pínu, pínu staðnaður og vildi fá breytingu og hann var, þó hann líti út fyrir að vera
hvað sé að nýlegur þá var kóðinn þannig bakvið, hann var gamall og breytingar voru dýrar, þannig að við settum hann upp í nýja kerfinu. Það er komið strax þessa hreyfingu, það er myndband sem byrjar að spilast og upplýsingar verkefni og fréttir og auglýsingasvæði, samfélagsmiðlar. Þannig að þetta hvort að þið þetta ekki bara yfirleitt starfsfólks, það eitthvað sem að þetta er að setja upp með einföldum hætti og með stílhreint og flott hjá þeim. Þannig að þetta sömuleiðis bara vel heppnað. Ef við tökum það gólfsvítan, þetta er vefur sem var ekki hjá okkur áður og svona leit forsíðan út áður en við breyttum. Þegar tókum hann yfir. Þannig að þetta er frekar svona pínu erfitt fyrir notandana að átta sig á því hvar hann finnur upplýsingarnar, hvað á hann að gera hér sko. Þetta er nýja vefurinn. Þetta er miklu sterkari fókus og hér er ákveðnar staðsetningar sem maður bara átta sig ekki á eldri vef. Þannig að þetta er, og gjafabréfin, það er bara sér fókus þar, umsagnir. Þannig að þetta er bara stílhreinn og einfaldur vefur. Já, svo bara veit ekki hvort hafði eitthvað mikið lengra, veist. Hér er til dæmis. Nei, þetta er gott sko. Þessi er mjög flottur svona myndrænn ferðaþjónustuvefur. Ég kannski fæ hjá þér linkana og það er bara, ég set þessa linka bara inn í, af því við ætlum að senda út stuttar svona eftirfylgni eftir kynninguna, til þess að fá einkunn á okkur og hvert við eigum að þróa svona þessar kynningar að ég set kannski bara hlekkina inn á þetta þar líka, þannig að fólk geti á vefina sjálft. Einmitt. Engi hugmyndir. Já. Það er oft þannig sem að eins og þú varst að segja líka, að kíkja á keppinautana eða sambærilega vefi, hvort sem það er hér heima eða á Norðurlöndunum eða það sem maður þekkir til. Það getur bara kveikt alls konar hugmyndir. Ég ætlaði nú bara að slútta þessu núna því við erum ennþá á góðum tíma. Á því bara að minna á það sem ég sagði í upphafi og við vorum að sýna að á forsíðunni hjá okkur er linkur inn á Flex og hér er verðskráin og bara stutt myndband sem er auðvitað miklu grynnra en það sem við erum búin að fara út í hér og svo er hægt að fá bóka fund með því að smella á appinum demo og auðvitað bara að senda okkur tölupost, við þekkið okkur nú flest og við erum líka niðri. Og svo náttúrulega líka að nota þennan hnapp til að bóka bara fund til að fara yfir vefmála því að þetta kerfi leysir ekki öll heimsins vandamál en það eru önnur, eins og við tölum við upphafi, önnur kerfi sem eru líka ótrúlega mögnum með frábærum nýjungum og möguleikum sem er sífellt að bætast við. Þróun er bara svo ör að maður er bara í fullri vinnu að reyna að viðhalda sína eigin þekkingu. Algjörlega, ég ætlaði bara að sýna að þegar þið bókið fund, þá getið þið bara valið tíma sem að hendar ykkur á dagatalinu hjá okkur. Robba, það er annað hvorka sem að dettur inn. Og svo kannski bara líka slúta þess að því að segja að við erum auðvitað með fleiri vefkerfi. Við erum svona búin að vera að víkka þetta út síðasta árið. Nú erum við að nálgast 100 vefi í Stefna Flex. Við erum auðvitað með mörg 100 vefi í Moja. Við erum að setja upp marga vefi núna í Kraft sem er fyrir svona efnismikla og stóra vefi. Þannig að það þarf alltaf að velja verkvæði sem hendar í hvert verkefni. Algjörlega. Einhverja fleiri spurningar núna í lokin eða eigum að fara að hella upp á meira kaffi? Þá þið megið líka bara að senda okkur spurningar ef þið hafið hvenær sem er. Eigum við þá að þakka fyrir. Skín sólin hjá þér, Snorri? Það er þoka, en hún er á leiðinni í burtu. Það brestur á með sól. Aftur fljótlega. Takk fyrir mig. Takk sömuleiðis. Takk hérlega fyrir.